Ja, Heimir, svona, hvernig getur þú lýst þessu tilfinningar rússíbana sem var þessar síðustu 10 mínútur? Já, ég meina við sýndum góðan karakter að koma tilbaka. Ég held að Kiddi hafi skorað á 94 plus og úr því sem komið var að það var frábært að sýna góðan karakter og fá stig en ef við lítum á leikinn í heild sinni og sérstaklega seinni hálfleikinn þá var eitt lið á vellinum og voru miklu betri og fengum mikið af góðum tækifærum bæði eftir fyrirgjafir og föst leikadrið og þá getum við líka sagt að Klöfi var að fá ekki meira út úr þessu leik. Hvað svona fannst þér vant að vara markværslan auðvitað hjá Völsurum? Ögmundur stóð sig vel í markinu? Já, Ögmi var frábær og ég held að með þessi einu sinni hann var fengið hann í hausinn og hann var að verja vel og kannski hefði mátt vera aðeins svona yfirvegaður í færunum en heilt yfir bara fín frammistaða og eitthvað sem við getum byggt á. Sérstaklega þetta byggja von á þetta eftir komandi úr 2 tapleikjum? Já, algjörlega og við tölum það, við vorum að tala mikið um það í vikunni að þó við höfum tapað fyrir KR sem var slakasti leikurinn okkar í sumar, þá vorum við yfir á flestum sviðum tölfræðinnar en það telur ekki og við tölum mikið um það í vikunni að þyrftum að vera betra hugafar og við þyrftum að vera betri að vinna þessi grunnatriði leiksins og mér fannst það skila sér í dag og þegar við gerum það hér hjá FH þá gerast oft góða hlutir. Þið sóttu til ykkar leikmann Vakaka, hann kom ekki við sögu í dag, var það einhver bara taktísk ástæða? Nei, mér fannst þeir bara góðir, hann náttúrulega miðjumaður og mér fannst bara Logi og Bjössi góðir í þessum leik og Logi frábær. Þannig að við bara sáum ekki ástæðu til að nota hann í dag en hann búinn að æfa með okkur nokkur æfingar og bara hefur litið mjög vel út og hann á eftir að nýtast okkur í sumar. Takk hérlega. Takk.